Hæ, Ásdís Húsaskjól fasteignasölu. Við hérna í Húsaskjóli, við fáum rosalega oft spurninguna hversu oft á að uppfæra fasteignir á fasteignavefjanum. Það er raunar ekki til nein regla hvað má eða hvað má ekki. Fasteignir þær eru settar inn á mbl.is og fasteign.is og koma það inn sem nýjar. Flestir sem eru að leita fasteign, þeir eru með virka eignarrit. Þeir fá því sjálfkrafa ábendingu í pósthólfið sitt þegar eign sem uppfyllir þeirra leitarskilyrði kemur á vefina. Þegar eignir eru endurssettar mjög reglulega án þess að neitt hafi breyst, þá gerir það í raun og veru ekkert nema að pirra viðkomandi kaupendur. Þeir vita alveg eigninni, það er bara einhver ástæða fyrir að þeir vilja ekki skoða hana. Að uppfæra eign óþarflega oft getur bara hreinlega eyðilagt fyrir sölunni. Þetta verður óþarfa áreiti og þetta er ekkert ósvipað því og ætla að fá einhvern stefnumót með því að senda hún stöðug skilaboð. Í dag eru 5.000 eignir skráðar á höfuðborgarsvæðinu og það segir sig sjálft að það er algjört kaos ef allir ætla að uppfæra eigninnar vikulega. Til að borga sig uppfæra eign þá þarf eitthvað að hafa breyst. Það þarf að lækka verð, það þarf að gert einhverjar framkvæmdir eða nýja myndir verið teknar. Eitthvað sem er líklegt til að vekja áhuga kaupenda á eigninni. Við mælum aldrei með því uppfæra eign bara til að uppfæra hana. Það er til mun skilvirkar leiðir til að ná meiri sýnileika eins og nýta sér samfélagsmiðlana. Ef þið langar að vita meira eða sem spurningar á fasteignamarkaðinn, ekki hika við að hafa samband til okkur Húsaskjóli. Hlökkum til að heyra þér.